Komið sæl og verið velkomin í Neysko. Ég heiti Sævar. Og ég heiti Vilhjálmur. Og í dag ætlum við að gera skemmtilega tilraun. Hvað tilraun það? Þessi tilraun, hún kallast sykursnákurinn. Ok, en áður en við förum í hana, Já. hvernig fékkst þú svona mikinn áhuga á efnafræði? Sko, þetta byrjaði allt þegar ég var í 20 Times verkefni. Ég ákvað að gera verkefni efnafræði. Þá áttaði ég mig á því hversu skemmtileg efnafræði var og já. Geggjað. Og tilraunin sem við ætlum að gera í dag, sykursnákurinn, er hún hættuleg? Svolítið. Ok, mun hárið á mig brenna af? Það kemur eftir í hvert þú setur eld fyrir maður. Ok, mun ég missa augabrúnar? Nei, ef þú ert með brennur eitthvað á þér, þá... Já, en augun í lagi? Já, ef þú ert með gleraugu. Ok, en er þetta tilraun sem má gera heima? Já og nei, eiginlega ekki. Ok, veitir hvað þarf til þess að gera hana heima? Það þarf slökkvitæki og svona allt sem við erum með. Þú veist, hafa hanska og gleraugu Já. og eitthvað fullorðinn til þess að, Jafnvel þó að fullorðinn kunni kannski ekki neitt í efnafræði. já, bara svo að það passi að ekki allt brenni. Ok, en hvað gerist í þessari tilraun? Það sem er að gerast er að við erum með sykur og við erum að búa til vatn sem er H2O og kolefni. Og þetta kolefni verður þá leyst úr læðingi og þá ætti, ef allt gengur eftir óskum, þá ætti að koma turn af kolefni. Já, hljóma spennandi. Við skulum bara vinda okkur í tilraunina. Já. Jæja, Vilhjálmur, þá erum við búin að setja sand í skál Já. og eldfiman vökva ofan á. Hræra saman matarsóda og flórsykri Já. og kveikja hann inn. Ég ætla að setja hérna að búa til svona lítið fjall hérna á þessu. Já. Og svo ætlar þú það ekki að kveikja. Jú, það er ég að fara að gera. Og ef allt gengur upp óskum, þá ætti að myndast snákur. Já. Eigum við bara að gera það? Já, ef þetta aðeins meira. Já. Ok, frá. 3, 2, 1. Gott, mjög gott, mjög gott. Herri Vilhjálmur, þetta var svolítið geggjað. Já. Og það er kominn svona ófrýnilegur snákur allavega hérna, svona svartur og frekar ljótur. En stundum þetta gerist, þá sagðirðu mér að þá fer snákurinn bara yfir skálina. Það er rétt. Og þá vorum við að vonast þess að myndi gerast. En stundum ganga tilraunir ekki alveg fullkomlega upp. En það er alltaf leið. Nei. Þetta er einu svona tilraun. Þannig að ef við prófum þetta einhvern tímann seinna, þá kannski gerist það líka. Það er mjög töff. Þannig að segjum við ekki bara að þetta sé árangursrík tilraun. Jú. Hún var allavega mjög flott. Eða ekki? Jú. Ef það ekki bara kveðja. Segja takk fyrir okkur í dag Takk fyrir okkur í dag. og við sjáumst síðar.